Hrafn, það eins og að séu allur vindur úr ykkur hérna á lokasprettinum. Vantaði fókus? Já, ég meina, leikar var svona nokkuð farinn frá okkur þá. Mér fannst við bara að gefa þeim nokkuð góðan leik. Svona pínu svekti með hvernig við mistum svona hættum að gera það sem við ætlum okkur að gera kannski svona í lok fyrri hálfleiks. Við vorum að ná ansi góðum tökum á leiknum þá. Við hefðum kannski átt að ná að lesa í það, við vorum ekki að fara að hitta þeim skotum út allan leikinn. Og við þurfum að treysta okkar stærri leikmönnum. Þetta eru flotti körfuboltamenn og ef það á að skipta öllum skrínum og fara að dekka það með bakverðum alltaf niður, þá verður það bara að fá boltan á skorunum því þið geta alveg léttilega. Hvað segir þessi leikur þér svona stöðun á þínum hóp? Þú veist, að mínu viti ef við hefðum svona verið eins og menn í gegnum tímabili þá hefðu átt að koma hingað inn 7-1. Við mistum niður algjörlega að mínum mati unnin leik á móti Stólunum og vorum eins og ég veit ekki hvað í Borgarnesi. Þetta verður kannski annað samhengi í leiknum ef þetta verður 8-0 á móti 7-1. Ég tel okkur hafa sannað upp á vissu marki að við höfum heima svona í baráttunum með þessu liði en við tókum ekki nóg margar góðar ákvarðanir þegar þeir, eins og þeir gera alltaf, fóru að taka á okkur. En þeir eru búin að kvarta yfir hérna í hverjum stórum sigurleiknum og fætur öðrum að þeir nenni ekki að spila nema hálfan leikinn á fullum krafti. Og ég ætla að vona að ég hef allavega náð að Stjörnuliðið hafi allavega náð að ná kannski einhverjum 3 leiklutum út af þeim þar sem þeir þurftu að reyna á sig. Takk fyrir þetta, Hrafn. Takk.